syngja þetta einu sinni enn. Það gott að rísa á fætur og við skulum hugsa okkur að við erum að veita honum lotningu, við erum að veita honum virðingu. Hann okkar faðir og við stöndum hér eins og segir, í auðmýkt og í andakt og við furðum okkur á því hve mikill hann hversu ógurlegur hann en hann samt faðir okkar. Father God, I give thanks and praise to you. Father God, my hand I humbly raise to you. For your mighty power and love amazes me as I stand in awe and I worship Father God. For your mighty power. For your mighty power and love amazes me as I stand in awe and I worship Father God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Þér ber heiður, þér ber hátign, þín dýrðin, þitt ríki, þinn mátturinn, þín dýrðin, ó Guð. Og drottin, við komum með lotningu fram fyrir auglið þitt og við lofum þig. Þér einum ber heiður, þér einum ber dýrð. Og þér hlýði lyfti höfðum við að hefjið þér öllnu dyr, að konungu dýrðarinnar megi innganga, að konungu dýrðarinnar megi innganga, konungu dýrðarinnar. Amen. Amen. Halleluja. Við ætlum að fara inn í orðið núna og það segir að Guð, hann í upphafi var orðið var hjá Guði og orðið Guð. Og síðan segir í Pétursbréfinu að sá sem talar, hann flytti Guðs orð. Og nú ætlar Snorri Óskarsson að flytja okkur Guðs orð. Gjörðu svo vel, Snorri. Amen. Komið sæl og blessuð öll. Ná drottins Jesú Krists og kærleiki Guðs og samfélag heilags anda verið yfir okkur og með okkur. Það ekki lítið að standa hér í nafni drottins og flytja ykkur Guðsorð. Þetta mjög mikið verk og eins gott að ég segi enga vitleysu. Ekki sammála því? Það ánefnilega að vera þannig með Guðsorði, það engin vitleysa. Hann hinn sami í gær og í dag aldir. Og það sem að Jesús Kristur hefur verið að kenna okkur, þegar hann tók gamlar sögur og vísaði til þeirra, þá voru þetta atburðir. Stumt sem hann kendi var í dæmisögum, annað sem hann kendi var bara sagnfræði. Og það svolítið athyglisvert hvað sagnfræði virðist vera stór þáttur í framsetningu Biblíunnar á Guði almáttugum. Og mér langar til þess að við notum þennan morgun núna til þess að renna yfir Guðs orð sem að ég bjó ekki þessa ræðu til, sko. Ég bara segja hana. Þetta Guðsorð sem ég ætla að flytja ykkur tekið úr Kólósabréfinu. Og farið nú í Kólósabréfið með mér, það sjá hann náttúrulega á skjánum. Og ég ætla að byrja á því bara, ef við tökum aðalega frá versi 12 í fyrsta kapitúlanum. Það þetta meira sem að þarna sem að ég vildi gjarna nefna. En mér svo athyglisvert. Páll postuli, hann kom aldrei til Kólósu. Hann skrifaði þetta bréf
til safnaðar sem hann heyrði Það voru þjónar Páls sem fóru í Tyrklandi. Þeir fóru til Kólósu og þeir voru svo að segja frá ávextinum sem að þeir fengu þarna hjá þeim. Og takið eftir, ég ætla að fara með ykkur í 12. versi það sem að segir: Þakki föðurnum sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleifð heilagra. Og þetta svolítið athyglisverður þáttur sem að ég tel að við þurfum kannski að rifja aðeins upp fyrir okkur hér í Keflavík. Hvers vegna erum við hér? Erum við eitthvað betur en aðrir? Ekki Guð alveg eins að vinna í öðrum söfnum? Hvað erum við að gera? Af hverju erum við ekki bara að taka okkur frí og látum þá sem að ná meiri árangri vera í starfi? En Drottinn að benda okkur á, Páll bendir okkur á að það Guð sem fær ávöxt sinn. Og þetta svolítið athyglisvert að það kemur í ljós að hann gerir ykkur hæf til þess að vinna verk Drottins Jesú Krist. Hann notar þig meira að segja. Hvernig líst þér á? Það þarf kraftaverk til að nota þig, þið vitið það. En þetta svolítið athyglisvert hvað Guð gerir, og sjáu þið, hann var búinn að nefna við á aðeins áður. Sjáu þið með mér, komið með mér í 4. versið, þar sem hann talar kærleikann sem verkar í þeim, því að við höfum heyrt trú yðar á Krist Jesú og kærleikann sem þið berið til allra heilagra. Og þetta svolítið merkilegt mál. Hann sýnir, og þeir voru að segja Páli hvernig hjartalag var í söfnunum. Það var kærleikurinn til allra heilaga, og þá vissi Páll þessi kærleikur, hann kom ekki vegna þess að þetta var bara úrvalslið eða gott lið. Þetta var vegna þess að heilagur andi vann á meðal þeirra, og heilagur andi hafði þennan vettvang. Hann bjó til þessi kærleiksríku hjörtu, hann bjó til þetta kærleiksríka þel, og það var svo gaman að sjá systkinin koma saman. Ég heyri það þið eru að tala núna að hittast á kotmóti, og ég heyri það þið eru mjög mörg að tala hvað verður gaman að hitta aðra, sjá aðra. Þetta einmitt hluti af því að vera í Kristi kærleika og boða það sem í hjarta okkar Og alltaf hefur þetta áhrif á aðra menn þegar við sýnum þeim þennan stórkostlega kærleika. Svo þegar Páll búinn að fara og hrósa þeim fyrir þetta sem þeir hafa gert, þá kemur hann með okkur í 15. versið. Hann sem ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allra sköpunar. Kanntu framhaldið? Búddi þekkir þetta. Hann sem ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar. Og takkið eftir, það ekki tilviljun að Biblían notar sköpunar. Það ekki þróunar. Það sköpunar. Til þess að þú sem kristinn einstaklingur megi vita, þú skapaður af Guði. Þú ekki þróaður frá sama meiði og apar. Apar fóru annan og þú fórst hinn. Við erum ekki þar. Sama þó að menn reyni að flagga vísindum og benda á einhverja þekkingu og menntun, þá hefur aldrei tekist að sanna að við séum nema af jörðu, tekin af jörðu, og við erum þess vegna undur á þessari jörðu. Sumir segja maðurinn í hroka sínum, hann kallar sig vera kórónu sköpunarlífsins, en það ekki sagt að Guð hafi haft neitt samfélag við aðra skepnu heldur en mannin. Guð kom í garðinn, paradís, eða kom í Eden og hafði samfélag við Adam og Evu. Og það leyndardómur við þann kærleika sem í hjört okkar og það leyndardómur við hvað Guð að gera á meðal okkar. Hann vitjar okkar, hann kemur til okkar. Þess vegna við að breytast, og þess vegna svo mikilvægt líka fyrir okkur að við áttum okkur á. Við mörg hver, við höfum ekkert endilega glæsta fortíð.
Við erum ekkert að benda á hvað við gerðum einu sinni sko flott og gott og vorum að gera eitt og annað. Nei, við segjum, við skulum gleyma þessu sem að baki en við seilumst eftir því sem framundan Kannstu við það? Og það rétta hugafarið, af því að við vorum einu sinni gjörsamlega óhæf. En þegar Kristur kom inn í okkar líf og orð hans fór að taka á okkur, þá fór eitthvað að breytast. Þið eru ekki ennþá búin að ganga í gegnum endilega allt saman sem að menn hafa gengið í gegnum, sem betur fer. Við vitum ekki alveg hvað mætir okkur á lífsleiðinni. Það var einn predikari, trúboði, Levi Petrus. Hann bjó til sálm sem við eigum í hörpustrengjum númer 199. Þetta var maðurinn sem að trúði og predikaði nákvæmlega eins og ég að gera. Hann talaði Jesúm Krist. Hann fyrr en alltaf upphaf sitt í honum og við erum sköpuð fyrir hann og til hans, enda var allt skapað í honum í himnunum og á jörðunni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti, herradómar, tignir og völd. Þetta var gert fyrir Jesú. Situr þú í einhverju hásæti eða einhverju valdastól? Ertu með einhverja peninga í bókinni eða ertu með einhverja eignir sem að þú átt? Þá á Drottinn að vera yfirráða aðilinn yfir þessu öllu. Það sem þú átt, gaf hann þér. Það sem þú ert, gerði hann úr þér. Svoleiðis að við erum þess vegna smíð og sköpun og mótuð af Guði almáttugum og orði hans. Og þess vegna ég að predika fyrir ykkur í dag til þess að við megum láta Guð móta okkur. Og mér langar til þess að við fáum þennan sálm upp hjá henni Dísu, númer 199, aldrei að eilífu bregðast. Orð Guðs né fyrir heit. Ég ætla nefnilega að fá að syngja nokkuð vers til þess að minna ykkur á hvað við erum að segja, hvað við stöndum fyrir. Og þegar við förum að syngja þetta vers, þá var þetta vers, eða þetta var sálmur sem kom til Levi Petrus í upphafi þjónustu hans. Og þá segir hann sko, aldrei að eilífu bregðast orð Guðs, það möntu sjá. Gjörðu þau grundvölluð eru Guðssonar blóði á. Og það svo athyglisvert að við skulum hafa þessa kenningu að predikunin og trú okkar, hún grundvölluð á blóði Jesú. Amen. Og við erum ekkert endilega alltaf að tala blóð hans, en það það sem kjarninn í frelsisverkinu. Hann lagði sitt blóð til þín. Amen. Hann lagði sitt blóð til að hreinsa þig. Og við eigum að mæta honum einmitt þar. Og það svolítið flott að vita að þessi sálmur, hann fór eins og sigurför allan heiminn. Og hvítasunnumenn hérna áður fyrr, ég veit að pabbi og mamma Kitta, þau sungu hvað eftir annað þennan sálm. Aldrei að eilífu bregðast. Og ég ætla að fá að nota hérna gítarinn minn og aðeins að bregða af leik og í stað að tala mikið, á því að gefa ykkur þetta í ljúgu tónum. Ég vona að þetta eru ljúgu tónar. Þið með alveg koma með og spila undir ef þið treyst ykkur til þess. Aldrei að eilífu bregðast, orð Guðs að muntu sjá. Gerðu þau grundvölluð eru Guðssonar blóð. Hamrarnir sundur renni, aldrei að eilífu bregða, orð Guðs fyrir hei. Gerðu sem Abraham í kvelin blá, stjörnurnar tindrandi teldu,
og jörð þótt brenni, hamrarnir sundur renni, aldrei að eilífu bregðast, orgust né fyrir heit. Trúðu myrkrið þér mæta, myrkur ei sólin aftur að örfáum stundum, árflögu skín hún þér. Himinn og jörð þótt brenni, hamrarnir sundur renni, aldrei að eilífu bregðast, orgust né fyrir heit. Og aðeins þess að skjóta inn í versunum í Kólosabréfinu, það er svona framhaldið af þessu, þá segir hann við okkur: allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrir allt og allt á tilveru sína í honum. Og mér svo merkilegt þegar Leví Péturs talar trúðu myrkrin þér mæta. Þú veist, það hvítlokar glóðum í, það eru erfiðleikar, það eru þjáningar. Við sleppum ekki við það. En hver hjálpar okkur? Hver heldur í hönd okkar? Hvaða von ætlar að hafa hjá þér þegar erfiðleikarnir koma? Ég veit, og alveg eins og þú veist, að við getum sagt við Guð: ég skil ekki hvað mætir mér. En Jesús Kristur, hann vil fá að gera sig dýrlegan í öllum þínum kringumstæðum. Þetta sem Páll postuli var að kenna Kólosumönnum. Haldið að við eigum erindi með þetta orð til Íslands? Haldið að þetta megi hljóma hjá okkur? Áttið ykkur á því, þegar Drottinn hefur mætt þér í sorginni og í erfiðleikunum og í þjáningunni, þá þetta ekki til þess að þú þegir yfir því. Þegar hann hefur mætt þér, þá til þess að þú staðfestir að Guð sinnir erfiðleikunum, þjáningunum, hann huggar, hann blessar, hann græðir, hann veit að hann getur sett fótinn á klettinn. Halleluja. Og þú átt von þegar kemur að því að Drottinn hann ætlar að meðhöndla þig rétt í kringumstæðunum. Og íslenska þjóðin þarf á þess að halda. Hún veit, hún leitandi og spyrjandi og hún ráðvillt. Og þess vegna segir einmitt Leví Péturs þetta: trúðu myrkrin þér mæta. En hvað gerist nú ef heimurinn hatar þig? Hvað segjum við þá? Eigum við ekki að reyna að vera allra vinir? Og kærleikurinn svo mikill að ég ætla að vera vinur allra. En Leví Péturs vissi, þá kemur þetta í ljós: trúðu heimur þig hata, hvítlogar glóðum í, Guðsson í eldinum einnig, með þér trúðu því. Himinn og jörð þótt brenni,
ævina alla ætlar hann að vera með þér og minna þig á þetta orð sem kemur hérna fram. Og mér finnst svo vænt þetta þegar hann segir, og hann höfuð líkamans, kirkjunnar. Hann sem upphafið, frumburðurinn frá hinum dauðu, þannig skyldi hann verða fremstur í öllu, því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa og láta hann koma öllu í sátt við sig. Og takið eftir hvaða hlutverk Jesús Kristur hefur, og hann ekki alveg búinn. Hann segir öllu bæði á jörðu og himnum með því að semja frið með blóði sínu útheltu á krossi. Á himnum og á jörðu þá semur hann frið. Skiljiði núna af hverju hann kenndi okkur faðir vorið svo sem svo á himni sem á jörðu. Sjáum við hvað Guð að gera. Hann að tengja okkur við himinn sinn, fullkominn vilja sinn, svo jörðu sem á himni. Hann ætlar að nota þig til þess. Og hvernig líst þér á? Þetta var það sem Leví Petrus á, þetta sem að hvítasunnumenn hafa staðið fyrir, þetta sem að byggt á orði Guðs. Amen. Og ég ætla ekki alveg að ljúka þessu með þessu, heldur að segja við ykkur. Og yður sem áður fyrir voruð fráhverfir Guði. Hann að tala við okkur. Vorum við fráhverf Guði? Já, við létum ekki Guð endilega ráða öll í okkar lífi. Við vorum fráhverf Guði. Hvað segir hann? Og óvinveittir honum í huga yðar og vondum verkum. Þetta Ísland í dag? Erum við virkilega að sjá að það sem var að gerast í Kólossu, hvernig Guð breytti Kólossumönnum yfir þessa kristnu menn sem báru ávöxt heilags anda og kærleika, þeir voru einu sinni eins og við, óvinveittir honum í huga. Og þeir voru anstíkilegir í hjarta. Þetta bara eins og Ísland að birtast fyrir framan nefið á okkur. Við sjáum alveg hvað að gerast. En hvað segir orð Guðs? Hann ekki hættur. Yður hefur hann nú sáttagjört. Ég með í versi 21 og 22. Yður hefur hann nú sáttagjört við sig með dauða Krists í jannesku líkama. Hann vildi láta yður koma fram fyrir sig heilaga og lítalausa og óaðfinnanlega. Hvernig líst þér á? Þú getur sagt, já, Guð, ég bara fullkominn. Og þú ert ekkert að fara með neitt fleipur. Bara Guð að vinna í þér. Og þegar hann að meðhöndla þig samkvæmt því sem mætir þér og þú leyfir Guði vinna í þér, þá hann að leiða þig fram til fullkomleikans. Halleluja. Það leyndardómurinn. Ekki óttast þó að eitthvað mæti þér sem önugt og erfitt. Leyfðu Guði að meðhöndla þig samkvæmt vilja sínum. Og þá kemur í síðasta versið, trúðu í sæld og í sorgum. Mér finnst það alveg dásanlegt hjá honum Leví Petrus þegar hann segir þetta við okkur. Senn þú himnum á. Allt sem þú átt hér í trúnni augljóst mun verða þá. Það kemur svo dagur að það verður allt saman opinbert hvað þú hefur að geyma. Við lítum kannski oft í spegil og segir, ég svo ómögulegur í þessu, ég svo ómögulegur í hinu. Guð ekkert að biðja það. Hann að biðja að hann megi breyta þessum ómöguleika í möguleika. Hann að gera þig að manni og konu eftir sínum vilja. Svo jörðu sem á himni. Sjáu þið. Trúðu í sæld og í sorgum, senn þú himnum á. Allt sem þú átt hér í trúnni, augljóst mun verða þá. Brenni, hamrarnir sundur renni, aldrei að eilífu bregðast, orgull sé fyrir heit.
og fyrirheitin standa enn svart á hvítu og það svo dásamlegt fyrir okkur þegar þessi fyrirheit eru annars vegar að þá tökum við þau bókstaflega og ekki láta skamma þig fyrir það að vera bókstaftrúar. Því það hefur alltaf verið svoleiðis að Jesús Kristur, hann birti okkur með orði sannleikans. Og sannleikur Jesús Krist, hann ekki heppilegur fyrir því og síðan óheppilegur fyrir aðra. Hann nauðsynlegur fyrir okkur öll. Í dag erum við að tala að sannleikur sé afstæður. Það margir sérstaklega þeir sem eru svona í heimspeki og aðalega þeir sem eru svona vinstri í pólitíkinni, þeir vilja hafa sannleikan afstæðan. Já, það fer eftir hvernig hún lítur á þetta. Kannist þið við þetta? Er það svoleiðis með Jesúm Krist? Það er bara svoleiðis hvernig hún lítur á Jesúm. Já, var hann Guðsson? Já, það fer eftir hvað hann lítur á hann. En hver rís upp frá dauðum? Á þess að Guð rís upp frá dauðum. Hver gengur á krossin og verður fótbrott á krossinum auðvitað sem Guð sé með honum? Hver gengur á gröf Lasarus og vina síns og kallar Lasarus út og hann lifnar við auðvitað sem Guð sé með honum? Hvað er Guð vilji gera í þínu lífi? Ég veit að þú vilt vera einn af þessum sem bara loka þig af og þetta er svo erfitt og þetta er svo rosalega skrítið, ég skil ekki Guð og hann er svo langt frá, en Guð stendur við sín lof. Það var það sem var gert Leví Petrus uppi þegar hann fékk þennan sálm og hann fékk þennan sálm áður en byrjaði þjónustu sína. Og hvað gerði síðan? Hann sagði þetta var svona spádómur. Þetta var svo vitjun Guðs til hans. Þegar hann leit tilbaka og sá og leit yfir farið veg, þá vissi hann vinina sem höfðu svikið hann. Hann vissi mennina sem höfðu efast hann. Hann vissi heiminn sem fór að snúast í gegn honum. Þetta átti ekki að vera svoleiðis. Hann ætti að vera einn af þeim sem steig fram í orð Guðs og allir átti að heyra fagnaðarerindið og taka á móti því. Það var svo öðru nær. Þegar Jesús Kristur kom, þá voru við allir glaðir. Þú veist, það var eitt sem reyndi að stoppa framgang málana. Hann eitti öllum drengjum 2 vetur og þaðan af yngri. Við erum ekki mikið að tala það. Og Páll inni með þennan boðskap til okkar. Og svo við Kólusumennina, þá segir hann þetta við okkur, 28. versi. Hann boði mér við ámunum sérhvern mann og fræðum með allri speki. Og byrjast þess að merkilegt að Páll, hann tala til einstaklingana, við fræðum alla menn með þessari frábæru speki til þess að við getum leitt hvern mann fram fullkominn í Kristi. Áttu ykkur núna á hvers vegna, við erum með samkomur á hverjum sunnudegi, ákveðum með bænastundir, við erum að gefa söfnunum tækifæri að fullkomnast í Jesú Kristi. Þú ert að ganga leið fullkomnunarinnar. Ég vona þessu betri trúaður í dag heldur þú varst fyrir vikum. Ég vona þessu betri trúaður í dag heldur þú varst fyrir 10 árum. Megum segja þannig. Við sjáum stig af stigi, skref fyrir skref, að þá Drottinn að móta okkur og meðhöndla samkvæmt orði sínu. Og var ekki allt saman gott þarna hjá honum? Kom ég með mér aðeins í 8. versi, 2. kapítul 8. versi. Þá Páll að tengja svolítið saman þegar hann segir: Þér hafið tekið á móti Kristi Drottni Jesú, lifið því í honum. Og þetta er svolítið gott og skemmtilegt stef. Lífið því í honum. Og svo kemur í 9. versi: Því að í honum býr öll fylling Guðdómsins. Og 10. versi: Og í honum. Þannig að hann tengir þetta allt við Jesú Krist. Í honum eigið þetta, í honum erðu þetta. Gleymum því ekki að við mætum til dýrana eins og við erum klætt. Ekki satt? Erum við klætt honum? Erum við í klætt Kristi? Þannig við sjáum að þessi mynd er alltaf dregin upp. Ég mæti fram fyrir þér í fötum Jesú Krist, í honum. Og svo 7. versi hérna í 11: Í honum eru þeir einnig umskornir þeirri umskurð sem ekki er með höndum gjörð, heldur með umskurð Krists við að afklæðast hinum synduga líkama.
Og ef við förum í þetta vers, þá þurfum við að fara svolítið átt okkur á hvað var þannig gangi í Kólósu til að postuli þurfti að draga þetta fram. Við fáum kynning á söfnunni fyrst sem kærleiksríka. Þetta er söfnunni sem er aðlaðandi og við viljum endilega að söfnunni í Kólósu sé eins og við hér í Keflavík eða söfnunni í Keflavík sé eins og í Kólósu. En Páll var ekki alveg hættur með söfnunin. Því hann sendi þetta bréf, hann uppbörðar það fyrst til þess að setja aðeins ofan yfir það. Hann er að nefna hvað er eiga í Jesú Kristi. Hvað í raun og veru, hvaða fjársjóð þeir hafa. Svo kemur aðeins. Og þá komum við í annan kapitula. Og ég ætla að fara með ykkur í 8. versi þar. Þegar hann segir, láti þá ekki taka af ykkur hnossið. Það er eitthvað hægt. Þetta láti ekki ræna ykkur Guðs orðinu. Láti þá ekki taka af ykkur hnossið sem þykjast að auðmýkt sinni og engladýrkun státa af sínum sínum. Sjáðu þið? Og við séum, var fólk virkilega með svona andans gjafir. Það sá engla og það var í auðmýkt sinni að stærast af því. Ég er svo auðmjúkur, ég er stoltur af því. Þið heyrið þetta stundum, við eigum til að snúa málunum okkur í hag. En Páll er einmitt að hvetja þá, verið þið bara í Kristi. Ef þið verið í Jesú Kristi, þá þurfið ekki að stæra ykkur af engladýrkun. Þið þurfið ekki að hrósa ykkur af því þó að engill hafi komið í heimsókn til ykkar. Við vitum að englar komið til Abrahams. Við vitum að englar þeir hafa vitjað fyrir kynslóða, en þeir voru ekki endilega að stæra sig af því. Þetta voru sendiboðar Guðs og þú átt þinn engill. Það er alveg kristalltækt út frá Sálmi 134:6 að þú átt þinn engill, því að þín vegna býr hún englum sínum til að gæta þenn á öllum vegum því. Er það ekki? Við þurfum ekki að stæra okkur af því, við mögum þakka Guði fyrir af því. Við mögum einmitt segja, já Drottinn, sannarlega hefur þetta komið í ljós. Svo komið það okkur sjálf. Það er bara þriðji kaflinn. Og þriðji kaflinn, hann bara byrjar svona í fyrsta versinu. Fyrst þér eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem er þitt efra. Og það sem Kristus situr við hægri hönd Guðs, hugsuðu það sem er þitt efra. Setjum hugafar okkar á hvað við eigum í voninni, í frelsinu, í því sem Guð hefur útbúið með blóði sínu á himnum fyrir okkur. Ekki bara á jörðinni, heldur á himnum. Himinin mun koma niður. Himinin mun hafa sín áhrif. Og svo segir það við okkur í 5. versinu. Deyðið því jarðneska í lífið. Og þetta er svolítið rosalegt, sko. Deyðið, þetta er boðháttur. Þú þarft að gera eitthvað. Deyðið því jarðneska í lífið. Og þegar við komum í boðháttinn, þá er þetta skipun frá Páli postula, deyðið því jarðneska í lífið ykkar. Hvernig gengur? Það er alltaf voðalega gaman að vera á veiðum. Ef þú ert á veiðum, þá ég veit að þú ert eins og ég með það, að þegar við sjáum bráðina, þá viljum við á fallið strax. Við viljum ekki á hans hlaupi særð. Deyðið því jarðneska, hvað er í það? Og svo nefnir hérna nokkur atriði. Hórdóm, sauðlifnar, losta, vonda fyrst, ágind, sem er ekki annað en skurðgóðdýrkun. Takkið eftir. Postuli tengir þetta svona saman og hann er að hvetja söfnuðinn góða í Kólósu til þess að fara úr því að vera í engladýrkun og í ágengd og í hórdómi, og því að þeir voru í þeim kringumstæðum þarna í Grikklandi, eða Tyrklandi, að þeir voru með gríska heimspeki svo mikið til hliðsjónar. En Páll er ekki þar. Hann er andstæðingur grísku heimspekinnar. Því að hann er með þessa guðlegu sín. Hann er með biblíulega heimspeki. Og hann nefnir einmitt það sem okkur er nauðsynlegt að gera. Ef við höfum ágind í hug og hjarta, þá er saman og skuggaðið.
Erum við að láta einhverja hluti sitja fyrir? Erum við að láta þá ráða? Svo kemur allt þetta kristilega í seinniparti. Svo heldur hann áfram. Og ég ætla að fara með ykkur þetta í vers 12. Íklæðist því eins og Guðs útvaldir. Heilagir og elskaðir hjartans með ykkur. Vers 13. Umbeðið hver annan. Vers 14. Íklæðist yfir allt þetta elskunni. Vers 15. Látið frið Krists ríkja. Og vers 16. Látið orð Krists búa. Þetta allt saman boðhættir. Og hvers vegna þetta boðhættir? Þetta í okkar höndum. Guð búinn að vinna sitt verk. Hann búinn að útbúa allt saman. Hann búinn að gefa þér blóðið, soninn. Hann búinn að friðþægja fyrir þig. Hann búinn að tengja þig við hann. Svo bara okkar. Ég ætla að ganga veg helgunarinnar. Ég ætla að helgast honum. Ég ætla að vera eins og hann vill að ég sé. Þetta til ómikils næs? Eða segjum við bara, nei, ég alveg nógur. Ég þarf ekki að vera að laga með eftir því sem Snorri segir. Ég þarf ekki að fara eftir því sem Postuli segir. Jú, við þurfum að gera það. Af því að Kristur ætlast til og þráir að ávöxtur hans komi fram hjá þér. Hann vill ekki að djöfullinn taki ávöxtinn og eyðileggja. Hann vill ekki að þú tapir. Hann vill setja þig í sigurliðið því að innan örfárra vikna, mánaða eða ára þá vitum við hann mun koma á skýjum heimins í mætti, í veldi og í mikill dýr og hann ætlar að mæta þér. Og við segjum, verið þá tilbúin. Þessi ræða, hún meðal annars til þess. Þá gerir tilbúin. Hún meðal annars til þess að orðið, það verði lifandi og það sýni áhrif á þér og mér. Og mér er bara eðlilegt að við förum í þennan þátt. Ég ætla ekki að fara mikið lengra í Kólumbrífinu heldur þetta núna. Látið orð Krists búa ríkulega hjá hendur með allir speki. Fræðið og áminni hver annan með sálmum, loftsöngum og andlegu ljóðum. Syngi Guði sætlega lof í hjörtum við það. Og hvað sem þið gerir, í orði eða verki, þá gjörið þið allt í nafni Drottins Jesú Krist. Megum segja amen við þessu. Og þegar við erum sammála þessu, þá er þetta ræða Páls postula sem flutt var svona 61 eftir Krist. Hún hljómaði í Keflavík í dag. Ég hef einu sinni áður verið á samkomu þar sem við létum ræðu Páls postula hljóma. Þá var ég í Gríklandi, við fórum í Aþenu, við fórum á Aresarhæð. Aresarhæðin er svo hæð það sem postuli predikaði. Hann kom einu sinni til Aþenu. Einu sinni. Við vitum að það voru 2 sem frelsust á þeirri samkomu. Og hann hafði einmitt orð á því fyrir miklu trúmenn Aþenumenn. Það er allstað skurðgoð. Allstað skurðgoð, þið trúið á þau. En svo er þið með altari, það er helgað ókunnum Guð. Þetta kynningur hann. Hann dó fyrir mig, hann tók mínar syndir, hann reis upp á dauðum. Og þá sögðu Grikkirnir, þetta þurfa að heyra einhvern tíma seinna. Því að þá var hann alveg komin út yfir öll mörk grískrar hugsana og grískrar speki. Það er þessi Guð að það geti þér. Fara út yfir öll þín mörk. Ef við byrja saman. Jesús minn, þakka þér fyrir eiga hlutið okkar við þér og mörkin sem þú setur okkur elskaði Herra til þess að við gerum þig dýrlega. Takk Jesús að þú vilt taka þessi mörk okkar og rýma til. Þú vilt gera verkum elskaði Herra að við verðum trúarinn að meina. Við förum fram yfir það sem okkur finnst skynsamlegt, við förum bara það sem orðið segir. Leyfðu okkur Drottinn minn að bera þér góðan ávöxt, 60-faldan, 100-faldan, Drottinn ef þú vilt meira elskaði Herra, verði það þinn vilji. En Drottinn gerðu okkur fyrst og fremst tilbúin til þess að vera með kærleika þínum og ástinni til systkina og vina og við mögum blómstra í þér, í Jesú nafni. Amen.
hafur ekki tekið við Jesú Kristi sem frelsa og beðið að frelsa þig, þá tækifæri núna. Núna getur þú sagt, Jesús, þú dóst fyrir mig, frelsaði mig. Ég vil ganga þinn veg. Þetta þarf ekki að vera flokknað með svo. Nádrottinn Jesú Kristi, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda verið með ykkur öllum. Amen. Böðru til við.